Til hamingju, það 7. sætið og sigur í dag. Já, ég bara virkilega stolt af liðinu og þetta var frekar erfið fæðing í dag. En ég held að við fundum það í leiknum að við vorum sterkari aðilinn og við náðum svona að segla fram úr í lokin. Já, svona sveifla í þessu, þetta er greinileg þreyta í báðum. Já, algjörlega. Við erum ekki búin að spila 11 leiki eða eitthvað og það er sjálfsögðu þreyta í hópnum en við vöknuðum hérna snemma og kláruðum þetta. Já, og mikið öflugri hérna svona á síðustu 10 mínútunum. Já, algjörlega. Mér fannst við bara einhvern veginn heilt yfir og báðum endum allar í sterkari aðilinn og kannski svona á venjulegum degi ekki búin að spila 10 leiki undan ættum við alveg að vinna alla lið með aðeins meiri mun en annars bara virkilega stolt. Og 7. sætið, þetta er nú besti árangur sem að kvennalandsliði, unglingalið hefur, eða yngri lið hefur náð, þannig að þetta er bara stór áfangi. Já, algjörlega, einmitt, endum seinast í 8. og núna 7. Alltaf gaman að bæta árangurinn og já, ég held að við getum ekki verið annað en bara sátta með þetta. Gott að kveðja alltaf á sigri. Já, svolítið skrítið, mikla tilfinningar í gangi, allar að spila þennan seinasta leikinn og já, þetta er bara búið að vera, þessi ár hafa verið mjög skemmtileg og þetta verða góða minningar. Mitt eins og þú segir, þetta er svona kveðjuleikur þessa hóp sem hefur verið meira og minna saman og ég sá nú á myndum frá 2021 þegar þið voru að spila í Litáen að þið voru 10 úr þessum hóp í dag, úr þeim hóp. Einmitt, búin að vera bara ótrúlega lengi saman og liðsandinn og liðsheildin í þessu liði er alveg einstök og svona var líka alveg ótrúlega sætt að klára þetta í dag með sigri.